Já, skal hefja þetta. Þetta er svolítið stór fullyrðing, stærsta efnahags-, kjara- og réttlætismál samtímans, en ég held einhvað síður er rétt á sér. Eins og við könnumst örugglega öll við. Sko, ég vil eiga efni á því að geta skilið við manni minn. Svona kjarnaði góð vinkona mín og fyrrum samstarfskona eitt sinn hennar kvíða gagnvart húsnæðismarkaðinum. Það sem hún var að meina með þessu var að þó að hún væri alveg í góðu hjónabandi á þeim tímapunkti, þá velti hún því oft fyrir sér hvað myndi gerast ef að hún þyrfti að skilja við mannin sinn. Hvort sem það væri bara af eðlilegum ástæðum eða ef eitthvað ofbeldisástand kæmi upp eða hvað svo sem er. Hvað hún ætti að gera, hvert hún gæti leitað. Hún hafði þá rétt keypt, hún hafði keypt íbúð rétt í tæka tíð áður en að hún fæddi son sinn. Hún hafði ekkert fjárhagslegt bakland, enga aðstöðu hjá ættingjum, takmarkaðar tekjur og það eina sem tæki við væri helsjúkur og martraðakenndur húsnæðismarkaður. Ég ætla aðeins að tala um húsnæðismál hér í kvöld og rekja þessa þróun, vandamálin og lausnir og vonandi eigum við góðar umræður hérna að þessu erindi loknu. En þessi kvíði vinkonu minnar er kvíði okkar margra og hann á sér margar rætur. Við byrjum á bara svona almennu. Húsnæði skiptir máli, segir sig sjálft, og auðvitað snýst það fyrst og fremst bara um þak yfir höfuðið. En húsnæðismál eru líka kjaramál. Þau eru líka heilbrigðismál. Við vitum það sem dæmi að húsnæðisóöryggi hefur alveg hrikalega slæmar afleiðingar og áhrif á andlega heilsu, sérstaklega leigjenda og þá sérstaklega barna sem búa á leigumarkaði. Þannig að já, húsnæðismál, þau eru líka réttlætismál, snúast ójöfnuð, snúast stéttaskiptingu, fátækt og velferð, einstæða foreldra og þeirra málefni og auðvitað er þetta líka málefni barna. Húsnæðismál eru þannig bara einfaldlega mál sem teygir anga sína í allar áttir og tengist ótal öðrum málaflokkum og hópum í samfélaginu. Og sérstaklega skiptir það máli, eins og við vitum öll, við búum við gríðarlega erfiða, langa, viðvarandi, hríðversnandi og svæsna húsnæðiskreppu. Þó það sé sjaldan kallað þeim orðum í almennri umræðu. Íþyngjandi húsnæðiskostnaður og skortsástand á húsnæðismarkaði er þannig líka orðið að valdatæki atvinnurekanda. Það er þeim í hag að venjulegt fólk sé undir þeim komið til að eiga þak yfir höfuðið. Nýja stéttaskiptingin er því orðin og verður í framtíðinni en þó verri á milli eigenda og leigjenda. Og í þeirri svona einföldu skiptingu þá set ég undir þann hatt leigjendur líka fólk sem er að beirast í bökkum við að eiga fyrir húsnæðisláninu sínu. Þú ert bara að leigja það af bankanum, það er ekkert öðruvísi. Þetta verður vaxandi og verra vandamál í framtíðinni af því að ungt fólk í dag sem býr ekki við fjárhagslegt bakland, það verður stóra stéttin í framtíðinni sem mun búa við mjög lög lífskjör. Ok, ég ætla aðeins að dreipa ykkur úr leiðindum og fara í sagnfræðina. Eins og Birna sagði, ég er stjórnmálasagfræðingur, ég get alveg mist mig ofan í sögubækurnar. En, og svo ég vitni nú í hann Marx félag okkar, það er svolítið mikilvægt að þekkja eigin sögu. Mikilvægi sögunar má ekki vanmeta. Þannig að ef við skoðum svona bara létt yfir sögulega sviðið, þá getum við farið aftur til miðalda, þar sem að lénsveldið byggðist á arðráni leiguliða. Og við þekkjum þetta líka úr Íslendingasögunni, íslenskari sögu skal ég segja. Að því á Íslandi voru það leiguliðar og vinnufólk sem voru verst statt allra. Af hverju? Jú, að því að það að eiga land, það að eiga heimili er
sker á milli þeirra sem eiga í sig og á. Í iðnbyltingunni, svo ég bara hoppi fram nokkrar aldir, þá varð verkafólk hreysishrókum og leigudrottnurum að bráð. Á þess að fara djúpt út í það, þá þekkjum við þessa sögu. Fólk fluttist í tugþúsundum úr sveitum yfir í borgir, vinna í verksmiðjum, og það var rosaleg tilfærsla af mannfjölda sem færðist yfir í borgir og borgarsamfélög sem þróðust, en það fylgdi því líka gífurleg aukning fátæktar og varð til eignalaus stétt verkafólks sem bjó í borgum, þar sem að það leigði í sumum tilfellum afdrep bara í kjöllurum, þar sem að það var hengt upp á slá á svona bandi, og voru kannski tugir manns á einu svona bandi sem að hékk á til þess að sofa og fór svo að vinna í verksmiðjunni á daginn. Það var lítið breyst. Þessi skrýtla birtist í tímariti árið 1894 og þetta var stéttarfélag í Chicagoborg í Bandaríkjunum sem birti þetta. Hér sjáum við atvinnurekandann og leigusalan, holdgerðan í einum manni og verslingsverkamaðurinn sem er kreistur á milli lágra launa og hárrar leigu. Það er svolítið það sem við erum að eiga við í dag. En ok, við höldum áfram að spóla áfram. Það varð breyting á samfélagsgerðinni upp úr svona 1945 og það er mismunandi eftir löndum og hvar þú trippur niður fæti. En það varð sprengja í félagslegu skipulagi samfélaga sem gerðist eftir seinni heimsstyrjöld. Og kannski bara mikilvægt að átta sig á því að þetta er í rauninni söguleg undantekning. Ef við förum þúsundir ára aftur í tíman til dagsins í dag, þetta tímabil og í kringum 40-50 ár er söguleg undantekning. Þá erum við að tala hvað einkenndi þetta tímabil? Jú, sterk stéttarfélög, miklar takmarkanir á fjárfestafrelsi og rosalega háir auðskattar. Í tilviki Sovétríkjanna og Kína auðvitað þá voru bara engir auðmenn, svo að segja. En meira svo á Vesturlöndum, í Bandaríkjunum sjálfum, hæsta skattþrep tekjuskatts var 91%. Gerið aðrir betur. Og á þessu tímabili þá erum við að tala í Bandaríkjunum, það var kallað The New Deal, velferðarsamfélög Norðurlanda og Evrópu, þar með til á Íslandi, byggðust upp á þessum tíma. Og samfélagsgerðin, hún byggði á félagslegum forsendum í fyrsta skipti í mannkynssögunni og var fyrir vikið það sem er gjarnan kallað gullöld lífskjara. Þegar Trump segir Make America Great Again og það finnur eitthvað samhljóm í hugum fólks, þá er það því að það er að spóla aftur í þennan tíma þegar að það nægði að vera með eina fyrirvinnu til að kaupa stórt hús. Þú gast átt fyrir öllu sem þú þurftir og alls konar lúxus og í ofanálag án þess að þurfa að vera auðmaður. En já, og svo ætla ég bara að minnast á það að hnignunin sem varð, hún byrjaði 1980 upp úr, kom aðeins síðar á Íslandi, við erum að tala upp úr 1990 og þetta er nýfrjálshyggjutíminn sem við þekkjum orðið ansi vel. Það einkenndist af að komst til valda ákveðin tegund af stjórnmálafólki víða heim. Við erum að tala Margaret Thatcher í Bretlandi, við erum að tala Ronald Reagan í Bandaríkjunum og við erum að tala Davíð Oddsson á Íslandi. Áhrifin voru mörg slæm strax, en margt af þessu, og það sem er kannski lykilpunktur í þessu að skilja, margt af þessu seytlaði niður áratugina og við erum ennþá að sjá mörg áhrif af þessari stefnu að birtast okkur í dag. Margar ákvarðanir sem voru teknar þá. En þessi stefna, eins og mörg okkar vita, svo sem, hún einkenndist af og einkennist enn af lág skattastefnu á auð. Hún einkennist af því að skera niður reglugerðir á fjárfesta og fjársterka aðila.
Hún snýst að fjársvelta opinbera og félagslega innviði, að einkavæða, að selja. Hún snýst að veikja stöðu stéttarfélaga og verkalýðsbaráttunnar. Og svo mætti lengi telja. En ein af lykilbreytunum sem koma það inn með þessari pólitík er þessi hugmynd húsnæði sem gróðavöru. Það var þannig í tíð Thatcher í Bretlandi sem að hún leiddi inn stefnu sem hét buy to let, að kaupa til þess að leigja. Það er ákveðin tegund af bankalánum þar sem að þú færð lán til þess að kaupa fasteign sem er sérstaklega ætluð til þess að leigja út til gróða. Þetta var ekkert alltaf raunin, bara svo áttum okkur á því. En með þessu kemur líka ákveðin svona normalisering á græðginni, á þessu viðhorfi að þú megir græða á nauðsynlegum hlutum eins og heimilum fólks. Kína er að mörgu leyti undanskilið þessari þróun af því að þau héldu áfram svona, skulum við segja, einhverju útgáfu af sínu kommuníska skipulagi sem enn gætir í dag, þar sem að þau byggja enn þann daginn í dag of framboð af húsnæði af því að þau láta það ekki stjórnast af þörfum og forsendum markaðarins. Sem gerir það verkum að lífskjör í Kína eru á uppleið á meðan þau eru á niðurleið hérna á Vesturlöndum. Spólum áfram. Svo var hrun. Þarf ekkert miklar málalengingar það, við þekkjum söguna vel. En hrunið, svo bara við rifjum það samt upp, var fyrst og fremst fasteignalána bóla. Húsnæði sem gróðavara í afleiðum og viðskiptagjörningum bankana var það sem bjó til hrunið. Á heimsvísu en líka á Íslandi. Þannig að grundvöllur fjárfestingana voru, þrátt fyrir allt, heimili fólks. Þúsundir mistu heimilin hérna á Íslandi, milljónir út allan heim, eða drukknuðu í skuldum og áhrifana gætir enn. Þannig var til dæmis hérna á Íslandi gífurlega aukning í fjölda leigjenda eftir hrun, af því að fólk var neytt út á leigumarkaðinn þegar bankarnir tóku heimilin til þess að selja fjárfestum. Og við megum ekki fyrirgefa vinstristjórninni heldur sem tók við eftir hrun, að því að stefnan var beinlínis sú að ofurselja skulduga til lánardrottna og miskunnarleysið var algert til þess að þjóna fjárfestum, ofar því að vernda heimili almennings. Nú erum komin svolítið í dag og þetta kýs ég að kalla bara húsnæðiskreppuna á Íslandi árið 2008 til 2025. Hún varir enn. Við getum alveg teygt þetta aftur til 91 til Davíð Oddssonar. Svona vandamáli við að tala sagnfræðina er alltaf hvar maður á að byrja. En þetta markar ákveðið tímabil af því að hrunið var svo mikið tímamóta ástand. Það sem gerist eftir hrun og er ennþá að gerast í dag er þessi tilfærsla á húsnæði til þeirra sem eiga mest, til hinna ríkustu. Margt af þessu er ennþá nýfrjálshyggjustefna Davíðs Oddssonar í praxís, alveg sama hver hefur verið við völd. Og margt af því sem gerðist þarna á eftirhrunsárunum sjálfum, fyrst sinn, hefur áhrif á það hvernig húsnæðismarkaðurinn lítur út í dag. Það sem við erum að tala þessi tilfærsla á eignum fólks og auði til hinna ríkustu, Gamma og fleiri svona fjárfestingafélög, ef þið munið eftir þeim, fjárfestu grimmt í húsnæði á eftirhrunsárunum. Fullt af fólki misti húsnæði sinn til bankana, bankarnir seldu það ódýrt til fjárfestana, þeirra sem átti pening. Og svo þegar húsnæðisverð fóru aftur upp, þá auðvitað græða þeir grimmt. Eignasafn Íbúðalánasjóðs var líka selt á slikk á sama tíma. Heimili fólks selt á slikk. Stóru leigufélögin urðu líka fyrst til þarna. Við erum að tala Heimavelli,
Alma og margt af þessu sem til áfram í dag, eignasöfn þessara leigufélaga urðu til á eftirhrunsárunum. Þannig er það líka með Ölmu í dag sem að drífur áfram og hefur drifið áfram síðustu 10 ár rosalega hækkun á leiguverðum, eru til dæmis þessir aðilar í sinni græðgi. Af því að ekki keyptu þeir þessar eignir á dýrum kostnaði, svo við höldum því til haga. Og svo eru líka einstaklingar, við skulum ekkert gleyma því, efnamiklir einstaklingar sem urðu leigurisar, leigumókular. Og við í leigjendasamtökunum höfum mýmörg dæmi einstaklinga sem eiga 5 íbúðir, 10 íbúðir, 20 íbúðir. Við vitum einn mann sem á allar íbúðir í heilli blokk. Ok. En svo varð viðsnúningur í efnahaginum, uppsveiflan, Eyjafjallajökull og úr varð túristasprengja sem að við sjáum ekki fyrir endan í dag. En það sem það gerði við húsnæðismarkaðinn, af því að hann var óregluvæddur, einkavæddur og í höndum einkaaðila og kapitalista, þá gerði það illt verra. Það sem fylgdi ferðamannaiðnaðinum og sprengingunni þar auðvitað gífurleg fólksfjölgun, fyrst og fremst. Það eru ekki að tala flóttafólk eða hælisleitendur, við erum bara að tala fólk frá Evrópusambandssvæðinu sem flyst hingað með auðveldum hætti. En það hefur auðvitað áhrif. Það hefur gífurleg aukning þá í fjölda leigjenda á mjög erfiðan markað sem hann var eftir hrun, þá þegar. Á sama tíma að svona mjög hefðbundnum kapitalískum brag þá var til risastór braskmarkaður sem við köllum skammtímaleigu á sama tíma. Það var rosalega auðvelt að græða á túristum eða þú ættir auka íbúð, eða 2, eða 5, eða 20. Og að sjálfsögðu þá er það líka alveg rétt, það var bara allt of lítið byggt í mörg ár. En nú erum við komin inn á þetta tímabil, við erum að tala 2012, 13, 14 og til dagsins í dag. Það sem að húsnæði varð arðbærasta fjárfestingavaran. Leigjendur og túristar urðu mjólkurkúin. Þannig er það bara enn þann daginn í dag að efnamikið fólk, við erum að tala hérna ofurríku, en við erum líka að tala bara langt niður í millistéttina, fólk sem á aukreitis fé, sem ákveða að kaupa sér seinni íbúð. Sakleysislegt fyrir hvern og einn einstakling, en þegar þetta safnast saman, tugþúsundir eru með eina auka íbúð í útleigu, þá hefur það áhrif á okkur hinn. Sérstaklega á þessu tímabili, þar sem að mest af þessu fór í skammtímaleigu. Hluti vandans er að reglugerðarleysi á leigumarkaði á Íslandi er algjört. Þetta er graf sem að við deildum á sínu tíma frá leigjendasamtökunum og þetta er sem sagt úttekt frá OECD á réttarstöðu leigjenda. Nú er ég ekki með það alveg á hreinu, ég held að það hafi verið 2021 ef ég man rétt, í kringu það. 2020, 2021, eitthvað slíkt. Og það skiptir svo sem ekki öll máli að þurfa að lesa eitthvað rosalega í þetta. Þetta er bara mat sem að OECD lagði á regluverk mismunandi landa. Nema það að Ísland er rauðmerkt, fær eina lægstu einkunnina af öllum þessum ríkjum. Og við erum í svona glæstum hóp af Nýja-Sjálandi, Bretlandi og Ísrael af einhverjum ástæðum. Kann ekki skila því svo sem. En sem dæmi þarna er, sjáðu músuna hérna, Bandaríkin eru hér svona ögnskári en við. En efst sjáum við lönd eins og Svíþjóð sem dæmi. Og jú, af hverju er þetta svona gott ástand í Svíþjóð? Ein allavega ástæða er svo að í Svíþjóð hafa verið starfrækt leigjendasamtök í rúm 100 ár. Frá 1924 og þau leigjendasamtök
virka eins og stéttarfélag fyrir leigjendur. Þeir semja leiguhækkanir á hverju ári við stóru leigufélögin. Rétt eins og stéttarfélögin semja launahækkanir fyrir okkur öll. Og það hefur áhrif, verkalýðsbarátta. En þetta tímabil einkennist bara því að það er mjög auðvelt að okra á leigjendum og mokgræða á skammtíma leigu. Og þetta er svona smá innskot, ég bætti þessu inn í gær. Þetta er frétt sem að birtist í Vísi í gær. Og ég vildi bara taka þetta inn af því að ég svona stundum talaði fjárfesta og við hjá Leigjendasamtökunum höfum bent á að yfir 90% af öllu nýbyggðu húsnæði á Íslandi er keypt af fjárfestum. Yfir 90%. Í Bandaríkjunum, ég ætla bara að reyna að geyma spurningar til loka, ef það var eitthvað sérstakt. Nú man ég ekki alveg tölunar, en þetta hefur verið stigvaxandi undanfarin ár. Þetta var 70%, svo upp í 80%, svo upp í 90%, svo ég er að tala síðustu 23 ár sem við höfum verið að fylgjast með þessu. En stundum langar mér að útskýra fyrir fólki að því að hvað meinum við með fjárfestum? Erum við að tala bara hóp af milljarðamæringum inn í einhverju herbergi, í einhverju svona fjárfestingarsjóði? Já, en ekki bara. Þessi væni drengur, og hann er örugglega ekki vondur maður, það er ekki spurningin, hann heitir Albert Guðmundsson, hann er einn af vel þénuðu fótboltamönnum okkar kynslóðar. Þessi frétt birtist í gær, hann hefur keypt fasteignir fyrir rúman milljarð íslenskra króna á árinu. Átti 2 íbúðir fyrir, kaupið síðan þessa næstu 5 á þessum verðmiðum sem ég sjáði þarna. Og nánast allar þessar íbúðir voru í nýbyggðu húsnæði. Eins og fréttin sagði knattspyrnukappinn Albert Guðmundsson hefur fjárfest í fasteignum í gegnum félag sitt Albert EHF fyrir 1,152 milljarð íslenskra króna undanfarna mánuði. Þetta er ekki yfir mörg ár, þetta er undanfarna mánuði. Bæði á Íslandi og erlendis. Og erlendis er bara þessi síðasta, einhver glæsi villa í Róm sem kostaði hálfan milljarð. En allar hinar íbúðirnar eru á Íslandi. Það má líkja fasteigna viðskiptum Alberts við vel útfært Monopoly, þar sem hann hefur keypt íbúðir í mörgum af nýjustu fjölbýlishúsum miðborgarinnar. Ok, frábært. Eins og ég ætla ekki að djöflavæða Vestlings Albert, það er ekki spurningin. En það er oft ágætt að velta fyrir sér að fjárfestar geta komið í alls konar búningum. Skilgreiningin á þessari 90% tölu er bara fólk sem á þegar 2 eignir eða meira. Þannig að ef þið þekkið einhvern sem eiga eina auka leiguíbúð og að fara að festa kaupa á þeirri 3., þá er það fjárfestir. Bara svona gott að hafa það í huga. Fjárfestar geta verið risar eins og Alma, þeir geta verið fjárfestingarsjóðir eins og Gamma og þeir geta verið bara einhverju vingjarnlegu misstjættar kona sem á 5 leiguíbúðir. Ok, ég ætla að drippa ykkur aftur úr leiðindum. Gröf. Það er ekkert alltaf það skemmtilegasta, en stundum, og ég er búinn að bæta svona myndskreitingum inn á hana, hrunið og COVID, stundum er það skemmtilegt og skýrandi. En þetta var bara í stuttu máli, við erum að tala frá árinu 2000, frá aldamótum. 2000 til 2025. Þetta er bara nýtt graf sem kom frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun nýverið og var í umfjöllun á Vísi. Og ég bætti inn 2 örfum. En við erum bara aðeins rýna í þetta, bara til að útskýra samhengið, ok? Upp úr aldamótum, þá er þessar 3 línur, svo ég útskýri það. Við erum að tala vísitölu launa, það er þessi svarta lína sem er svona í miðjunni. Vísitala launa. Þessi bláa sem er neðst, vísitala neysluverðs án húsnæðisliðarins. Og appelsínugula er vísitala íbúðaverðs. Þessi efsta sem fer þarna upp úr þakinu í lokin. Þannig að það er svona allt tiltölulega með kyrrum kjörum frá árinu 2000. Þessar hagstærðir, eins og hagfræðingar vilja kalla þetta,
fylgjast nokkurn veginn að. Svo sjáum við þessa uppsveiflu í húsnæðisverði fyrir hrun. Hvað köllum við þann tíma? Það var góðærið. Þensla og góðærið. Þarna var hægt að mókgræða á fasteignalánum og alls kyns stærðum og gerðum. Og viti menn, húsnæðisverð ruku upp. En svo var hrun. Nota bara músina aðeins. Þið sjáu, hér var hrunið. Og þá dalaði aðeins. Og þarna á eftirhrunsárunum þá byrja þessar hagstærðir aðeins að jafnast. Laun eru að rísa á sama tíma og fylgja húsnæðisverðum svona nokkurn veginn að. En það eru líka greinileg verðbólga, eins og við sjáum. Þarna allir þessir liðir eru á uppleið. Þó lítilega. En hérna sjáum við þetta byrja að aðskiljast. Og hvað gerist þarna? Þarna erum við að horfa á tímabilið 2012, 13 og 14. Túristasprengjan. Við erum að tala skammtímaleigu markaðinn, við erum að tala Airbnb. Og þá, viti menn, byrja húsnæðisverð að aðskiljast hérna á alveg auknum hraða frá launum. Laun eru að hækka áfram, en þau halda ekki í við þróun húsnæðisverða. Og merkilega nokk, á sama tíma, þessi vísitala neysluverðs án húsnæðis er bara svona tiltölulega jöfn. Þarna erum við að tala matvæli, þarna erum við að tala alla venjulega bara verð á þjónustu og vörum. Það stóru átökin eru að eiga sér stað milli launa og húsnæðisverða. Nú finna hvar ég var staddur. Já. Á cirka bát þessum tíma hérna þá koma til svona hertari reglugerðir á skammtímaleigumarkaði. Við erum að tala hérna 2016. Og bara það þær reglur sem gilda á skammtímaleigumarkaði í dag. Þú mátt leigja aukaeign í hámark 90 daga samtals á einu ári. Og þessi lög voru sett á af Sjálfstæðisflokknum, merkilegt nokk. En ástæðan fyrir því var svo að hótellobbyið, hótelmógularnir voru byrjaðir að kvarta sáran af því að þeir voru að keppa við skammtímaleigumarkaðinn gistimarkaðinn. Þeim líkaði það ekkert sérstaklega vel. Þannig að komið var á svona veikum reglum og lögum sem að gilda þann daginn í dag. Og vandinn við það reglur er bara einfaldlega svo að það er ekkert eftirlit með því að þessum reglum sé framfylgt. Þannig HMS mat það á síðasta ári að það væru 1000 íbúðir á skammtímaleigumarkaði einmitt þá sem voru að brjóta gildandi lög. Bara algjörlega svart. Enda hver ætlar að fylgjast með þessu? Ef það er enginn hjá ríkinu að standa sig. Og já, ég spólaði fram hjá því. Það er góð saga sem Guðmundur Hrafn, formaður Leyndarsamtakanna, sagði mér einu sinni að því að hann fór og heimsækti þá hjá sýslumanninum sem að eiga að sjá eftirliti. Og þetta eru þessar 3 starfskraftar. Þá voru 2 í fríi og bara 1 maður á skrifstofunni. Og Guðmundur bað hann að bara fletti upp 3 heimilisföngum að handahófi og öll voru þau óskráð. Að það skyldu skráning í einhver gagnagrunn en öll þessi voru óskráð. Af Airbnb, af skammtímaleigu íbúðum. En það sem meira vert að þessi maður á sýslumannskrifstofunni, Veslingurinn, hann útskýrði fyrir Guðmundi að hreinlega allt hans starf fælist í því að setja þarna daginn inn og daginn út að taka móti skráningum. Hann hafði engan tíma aflögu til eftirlits. Enda þó það væru ekki 2 í fríi á þeim tíma, þau væru 3 á skrifstofunni að sjá eftirlit með mörg þúsund íbúðum á óræðu erlendu vefsíðu forriti þar sem þú getur bara sett inn bankareikningin inn á PayPal og allt þetta. Hvernig ætlar að fylgjast með þessu nema þú sért með stóran her af fólki? Ekki hægt. Það er innbrotaalda í Reykjavík og það eru 5 lögregluþjónar inn á skrifstofu sem eiga að fylgjast með í borg. Það gengur ekki upp, augljóslega. Ef sú væri raunin, ég er ekki að segja að sú sé raunin. Heyrðu, en það er við þetta miðbygg sem að þessir reglugerðir skammtímaleigu koma inn. Þá verður svona smá, þrátt fyrir allt, þá verður svona smá háslétta í grafinu.
hækkunin á húsnæðisverðum hún flesta aðeins út og þá mallar þetta svona áfram á hægfara vexti og á sama tíma þá byrjar að hraðast líka launaþróunin og bara ber vel að merkja að það var á þessum tíma sem að Sólveig Anna og B-listinn komast til valda í Eflingu. Hipp hipp og húrra. Þannig að tökum þetta allt saman frá árinu 2000 til dagsins í dag þá hafa laun sem sagt sexfaldast sem hljómar bara nokkuð gott, ekki satt? Nema það að húsnæðisverð hafa áttfaldast á sama tíma. Og þetta eru bara íbúðaverð. Það er ekki til sömu gögn yfir leiguverð en samkvæmt því sem við best vitum þá hafa leiguverð tífaldast og það er bara gróft mat. Þannig að íbúðaverð hafa áttfaldast, leiguverð tífaldast. En svo var COVID og það var eðlilega svolítið svona lamandi ástand fyrir allt, hvort sem er markaðið eða samfélagið. En það sem gerðist í COVID var náttúrulega lágvaxta ákvörðunin. Þarna erum við að tala til þess að knýja hagkerfið aftur í gang. Það ákvað Seðlabankinn að setja á eina lægstu stýrivexti sem að hafa nokkuð tíma verið til í sögunni. Og Bjarni Ben tilkynnti stoltur að nú væri hafið nýtt og varanlegt lágvaxtarskeið í íslenskri hagsögu. Það leið ekki á löngu áður en að sú spá reyndist kolröng, veslingurinn. Ekki ætla vorkenna Bjarna Ben mikið, en þá sjáum við hvað gerðist. Jú, þeir sem höfðu getað safnað sér fyrir sparisjóði, þeir keyptu íbúðir á þessum tíma og bárust fréttir á þessum tíma að íbúðarlagerinn kláraðist næstu því á þessum árum af því að allar nýbyggðu íbúðirnar sem voru að komast á markað það seldust jafnóðum af því að ungt fólk sem að gat keypt vegna sögulega lágra vaxta var að kaupa þeir hrönnum en fjárfestar voru það líka. Og viti menn, þá verður kjarnorkusprengja í húsnæðisverðum. Og það er, bara ástandið sem við erum ennþá að eiga við í dag. Að húsnæðisverð hækkuðu svo hratt umfram laun að staðan er orðin þannig í dag að 80% einstaklinga sem vilja kaupa sér íbúð í dag standast ekki greiðslumat. 80%. Þessi talað 90% fjárfesta, 80% einstaklinga. Ef þetta væri að gerast í öðrum löndum, í Bandaríkjunum, í Evrópu, þá væri litið á þetta sem samfélagskrísu af mælikvarða sem hefur varla sést áður. Held, ef ég man rétt, og ég ætla ekki að fara alveg rangt með hann, ég held að sama tala með fjárfestatöluna í Bandaríkjunum var í kringum 40% og það var fyrir svona 1-2 árum síðan. 90% á Íslandi. Já, sjáum við bara skýrt hversu mikið bilið hefur breikkað á milli launa og húsnæðisverða. Að það er eiginlega orðið óyfirstíganlegt. Og það sem tók við auðvitað hér eftir þessa sprengju er einir hæstu stýrivextir í allri Evrópu. Þannig að við fórum á lágvaxtafyllirí og svo fórum við á hávaxtafyllirí og við erum ennþá á því í dag. En ok, gröfur er fín og gröfur er frábær, en tökum dæmi. Stundum er best að vinna svona rannsóknarvinnu bara sjálfur. Ég fór á tímarit.is og fletti upp í nokkrum eintökum á Morgunblaðinu frá árinu 2000 til þess að finna fasteignaauglýsingu fyrir einhverja eign sem að ég gat fundið að væri samsvarandi eign á sölu í dag, svo ég geti borið þetta saman. Þetta er Asparfell í Breiðholti. Þetta er svona klassísk verkamanna íbúð í blokkarátakinu sem var Breiðholt, var byggð 1971. Árið 2000 var 2 herbergja íbúð í Asparfelli til sölu á 6,2 milljónir. Árið 2025 voru þó nokkrar sölur og þetta voru bara nýskráðar á bara nokkrum vikum held ég þegar ég athugaði þetta fyrir mánuði síðan eða eitthvað svona.
Nokkrar íbúðir, 2 herbergja íbúðir, algjörlega sambærilegra stærð og seldar allstaðar á bilinu 46 til 55 milljónir. Bara eitt stakt dæmi hérna. Ok. Í sjálfu sér þetta bara hræðilegt, við sjáum það öll. En það svona aðeins dýpri greining á þessu sem skiptir kannski meira máli. Hvað ef húsnæðisverð hefði bara fylgt verðbólgu? Hefði fylgt öðrum hagstærðum, venjulegri verðþróun. Íbúðin í Asparfelli árið 2000 var verðlögð á 6,2. Setur þetta inn í reiknivél, vísitölu, hvort það á Hagstofunni eða Skattinum, ég man það ekki, setið þetta bara inn. Hvað myndi þessi íbúð kosta í dag ef hún hefði bara fylgt verðbólgu? 20,9 milljónir er svarið. Og þetta svona smá útúrdúr, en samskonar íbúð í Asparfelli var seld á aðeins 16,2 milljónir árið 2014. Þannig að langmest af þessari hröðun í hækkun hefur gerst á síðustu 10 árum. Þarna erum við að tala þetta tímabil. Þannig að frá 2016 til dagsins í dag er langstærsti hluti hækkunarinnar. Og þetta prósentu hækkun, við veitum hvernig það virkar ef þið rifið upp grunnskólamenntunina. Prósentu hækkun á lágri tölu er lág upphæð, en prósentu hækkun á hárri tölu er mjög há upphæð. Þess vegna viljum við krónutölu hækkanir á lægstu laun, ekki prósentur. En fyrir 10 árum þá var samskonar íbúð seld á 16 milljónir, í dag á 55 milljónir. Þannig að stóra niðurstaðan er að mismunurinn er 34 milljónir eða 160% umfram verðbólgu á síðustu 10 árum. Nú spyr ég, hafa launin ykkar hækkað 160% á síðustu 10 árum? Nei, kannast ekki við það? Blá fátæk í þessum sal, greinilega. Ef við ætlum að kaupa okkur íbúð allavega, það er ljóst. Og þetta ekki bara Reykjavík. Reykjavík er verst stödd eins og gjarnan vill vera með borgir með við dreifbýli. En dæmi á Selfossi sem ég tók, þar var raðhús byggt 2004, var selt á 13,9 milljónir 2011, 35 milljónir 2021 og er nú til sölu á 50 milljónir. Þannig að þessi þróun að eiga sér stað allstaðar í kringum landið. Það er oft talað það var miklu ódýrara að kaupa út á landi og það er ódýrara, en þróunin er svo sama. Þannig að hún byrjaði, verðin voru lægri, en þróunin er svo sama. Þannig að það er rauninni lítil bót í máli. Ok, þetta er hræðilegt. En hérna er líka lykill punktur. Það er neyðarástand í húsnæðismálum bara nánast allstaðar það sem þú lítur í kringu í heiminum í dag. Ísland er sérstaklega illa statt, það er alveg rétt, stöndum alveg rosalega illa í samanburði. Húsnæðisverð hafa hækkað að meðaltali 140% á 10 árum, mun meira en annars staðar. Í verst stöddu ríkjum Bandaríkjanna er talan 100% og sums staðar er það skárra. Og í Evrópusambandinu er það að meðaltali tæp 30% sem húsnæðisverð hafa hækkað á síðustu 10 árum. Og þar eru lönd sem eru miklu verr stödd en önnur. Írland er til dæmis mjög svipað okkur og er í keppumst botnsætið, ef við orðað þannig, eða topp, eftir hvernig maður lítur á það. En önnur lönd eru mjög lítil hækkun á húsnæðisverðum. En í flestum Evrópuríkjum í Evrópusambandinu er talað húsnæðiskrísu, það er talað húsnæðiskreppu. Þrátt fyrir að hækkunin sé margfalt lægri en á Íslandi. Þannig að við erum mjög slæm. En þetta mynstur er að endurtaka sig allstaðar á Vesturlöndum. Hvers vegna er það? Við verðum að spyrja okkur að því ef við værum vísindamenn og verðum að framkvæma tilraun og við sjáum sama mynstur endurtaka sig á mörgum stöðum sem eru alveg sjálfstæðir frá hver öðrum að einhverju leyti, þá er klárlega einhver undirliggjandi rót hérna sem er deild. Þetta er bara svona vísindaleg skoðun myndi leiða það í ljós. Hvað er að gerast? Og núna kemur sósíalistinn í mig fram og við erum nú flest sósíalistar hérna inni, en það getur verið að einhver hafi komið hérna utan flokksins og það er bara frábært. En þá bara er surprise, surprise, auður í höndum fárra er samnefnarinn. Af hverju var ég að tala mikilvægi sögunnar?
af því að þetta er mynstur sem hefur átt sér stað á heimsvísu frá seinni heimsstyrjöld þegar við fáum þetta blómaskeið af félagslegum lausnum og upp úr 1980, 1990 og svo framvegis með innreið nýfrjálshyggjunnar. Þannig að hvað hefur verið að gerast síðustu áratugi á sama tíma og þessar húsnæðiskreppur eru að verða til? Jú, gífurleg samþjöppun auðs í höndum fárra, höndum hinna ríkustu. Og hvað gerir fólk með of mikinn auð? Það fjárfestir og það fjárfestir í eignum. Þar eru alls konar verðbréf og hlutabréf og skuldabréf sem fólk getur fjárfest í, en við lok dagsins, hvað snúast þau fjárfestingatæki Jú, það er byggt á einhverjum veraldlegum eignum, á einhverjum veraldlegum stærðum. Það fjárfestir í hlutum eins og gulli, demöntum, olíu, rafmyntum sem orðið nýja pláan, en það fjárfestir líka í fasteignum. Og það getur verið milljarðamæringur sem á í gegnum fjárfestingarsjóð, í gegnum dótturfyrirtæki og svo framvegis sem á endanum, ef þú rekur slóðina, á kannski þúsundir íbúða í kannski mörgum löndum. Þannig erum við að tala til dæmis á Spáni í dag, er tugþúsundir íbúða sem eru í eign BlackRock, sem er eitt stærsti fjárfestingarsjóður í heimi frá Bandaríkjunum. Hann er að kaupa upp fasteignir á Spáni. Af hverju? Jú, af því að það er mjög auðvelt að græða á fasteignum. Af hverju? Jú, af því að það er húsnæðiskreppa út allt og af hverju? Jú, af því að fólk þarf nú einhvers staðar að búa. Þannig að þú hefur ekki þennan frjálsa valkost að versla einhvers staðar annars staðar á húsnæðismarkaði, sérstaklega að skortur ríkir. Þannig að við erum að tala auð. It's all about the money. Hvað gerum við því? Auðskattar, er það ekki? Það eru nokkrar leiðir, skulum við játa það, sem þú getur reynt að dreifa auð. Við getum tekið það með valdi, það hefur gerst í sögunni, blóðum, byltingum og hvaðina. En svona í hinum siðmennta vesturræna heimi, þá var líka hægt að gera það og er hægt að gera það með sköttum. Og það er alveg rosalega margt sem við getum gert til þess að dreifa auð. Og ég geti lesið þetta upp fyrir ykkur en þið sjáðu þetta, en það er, ýmislegt frá því eins og auðlegðarskattar sem að nú vinstri stjórnin reyndi að gera eftir hrun og var afnumið held ég bara samstundis af Sigmundur Davíð og Bjarna Ben ef ég man rétt. Það var alltaf mýtan hana aumingja fátæku ekkjuna sem á fína húsið sitt að pína hana. Þetta erum við ekkert að tala það, en svo mýta er lífseig. En við erum að tala erfðaskatta líka, hátekjuskatta almennt, eignaskatta, skattleggja eigninar sjálfar, af því að núna er þessi umræða eiga sér stað við heim í Bretlandi og í Bandaríkjunum og fleiri stöðum þar sem að vinstrið er að reyna að endurskipuleggja sig og það talar við erum að skattleggja hennan auðugu aftur, frábært. En þá er alltaf reynt að hræða okkur, en milljarðamæringarnir, þeir flytja bara á landi ef þú ætlar að skatta þá. Hvað gerir þá? Jú, þú skattleggur eignirnar sjálfar, af því að eignirnar eru til og þær eru hér. Og þú flýgur ekki úr landi með 20 íbúðir í ferðatöskunni. Og auðvitað erum við að tala auðlindaskatta, sérstaklega hérna á Íslandi. Hvort sem við værum að þjóðnýta kvótann, sem væri kannski bara það besta í stöðunni, eða tala að fimmfalda veiðigjaldið sem nú er til. Hver svo sem talan er, ég er bara að tala að við þurfum að skattleggja auðlindir. Fjármagnstekjuskattar, þetta er eitthvað sem við getum einbeitt okkur að núna í sveitarstjórnarkosningum. Fjármagnstekjuskattar skipta máli og það skiptir máli að sveitarfélög þrýsti á Alþingi að til dæmis skattleggja fjármagnstekjur til jafns við launatekjur. Og það skilir sér í útsvari, þannig að sveitarfélög geti byggt opinbera félagslega innviði á ný. Það eru fyrirtækjaskattar, það eru skattar sem við getum trappað upp á fjölda fasteigna, það er ein leið og það er gert líka í kringum heiminn, sérstaklega í Noregi, þar sem að skatturinn fer stigmagnandi eftir fjölda eignanna sem þú átt og það er kannski bara réttlátt. Svo er tómthússkattar, samfylkingin lofaði okkur tómthússköttum fyrir kosningar,
þau ætla ekki að fara í það, bólar ekkert á því. Það er sem sagt það að það er töluverður fjöldi af fasteignum á Íslandi, og þetta er víðar um heim, sem sitja auðar. Þannig að þetta er svolítið sjokkerandi og sláandi ef þið veltið þessu fyrir ykkur í smá stund, að það er skortur á húsnæði á Íslandi, og það er alltaf milli nokkur hundruð eignir upp í 2000 eignir eftir hvernig maður metur það, og það þarf auðvitað að kortleggja það vandlega, sem standa auðar á sama tíma og fólk finnur ekki húsnæði fyrir fjölskylduna sína, hvort sem er til þess að kaupa eða leigja. En svo eru hvalrekaskattar, og þetta er eitthvað sem að kemst stundum upp í umræðinu, og það var merkilegt nokk Framsóknarflokkurinn sem reyndi eitthvað að agitera fyrir þessu í síðustu ríkisstjórn. Hvalrekaskattar, og þetta er í þessu tilfelli beint á við bankana, þannig að það eru rosalegi vaxtahagnaður sem bankarnir hafa notið síðustu ár út af verðbólgunni, út af stýrivöxtunum, er ekki eðlilegur hagnaður. Hann myndast ekki af eðlilegri starfsemi, hann fær bara, bankarnir fá þetta frítt í faðminn út af ákvörðunum Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar. Þannig að þá skattleggurðu allan þann vaxtahagnað beint tilbaka, af því hann átti ekkert að enda í höndum eigenda bankana. Og til dæmis notar þann hagnað þá til þess að byggja meira af félagslegu húsnæði, til þess að jafna ástandið út. En það er eitt sem kannski við þurfum að hafa í huga þegar við erum að tala um skatta, því að þetta verður svolítið viðkvæmt umræðuefni stundum, að því að hægrið hefur unnið mjög mikið á því að djöflavæða hugmyndina um skatta undanfarna áratugi. Og við erum alltaf vonda vinstri sem vill skatta og banna. Þið kannist við þetta. En það að skatta auð snýst ekki bara um það að auka tekjur ríkisins. Það snýst líka beinlínis um þann hag sem er af því að dreifa auðnum úr höndum fárra til fjöldans. Það er bara hreinlega hagfræðileg staðreynd að of mikið af fjármagni í höndum fárra tortímir samfélagsgerðinni og hagkerfinu til lengdar. Því auðurinn leitar í eignir sem framleiða ekki neitt, býr ekki neitt til, ávaxtar bara fjárfestinga vörum sem eru annarkvort bara afleitar og eitthvað svona abstrakt starffræði sem að býr í einhverjum bönkum, eða liggja í grundvallar undirstöðum venjulegs lífs, hvort sem við erum að tala um húsnæði eða opinbera innviði og svo framvegis, vegna einkavæðingar og útboðs. Við sjáum þetta kallað rentusókn. Við erum að tala um að hinir auðugu leita í innviði, af því að það er bara takmörk fyrir því hvað þú getur framleitt mikið af plastbollum á ári, eða þú ert með plastbollaverksmiðju. Þannig að auðskattar leysa rosalega mörg vandamál, og með húsnæðismálin þá er það líka stóra lausnin til langtíma. Ég er ekki að segja að ef ég set 90% skatt á morgun á einhverja ríka kalla, þá verði allt innu til ykkur hús. Það tekur langan tíma, en á meðan að lausafé hinna ofur auðugu leikur lausum hala, sölsar undir sig fleiri og fleiri eignir, þá verður ástandið verra. Hvers vegna er Ísland svona sérstaklega slæmt? Ég var að reka fyrir ykkur söguna með grafið og með alls konar svona litla staðrendir, og þetta er langur listi, og þetta er ekki tæmandi listi heldur, bara áttu ykkur á því. Ég er að reyna að mála fyrir ykkur svolítið stóru myndina, af því að það er svolítið, ég myndi segja svolítið leiðigjant, að tala um húsnæðismál í samfélagsumræðinni, þá eru allir alltaf með sína einu uppáhaldslausn, einu uppáhaldsstaðreind, helvitis lóðabraskið, þetta er út af verktökunum, vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins sem er núna í fréttum í vikunni. Þetta er allt út af vaxtarmörkunum. Ef þið myndu bara brjóta nýtt land þá væri þetta ekkert mál. Þetta er út af of miklum reglugerðum og svo framvegis og framvegis. Við könnumst öll við þetta, hver og einn pólitíkus talar um það er eitthvað ein ástæða og ég er með svarið. En ástæðanar eru margar og þær eru flóknar. Og það er mikilvægt að skilja það að þetta er ekki eins vandamáls lausn. Þannig að Ísland sögulega þá hefur við alltaf verið að glíma við svolítið erfiða verðbólgu. Það er hluti vandans. Við erum með óstöðugt svona hverfult hagkerfi af mörgum ástæðum. Við erum með stórfurðulegt verðtryggingakerfi sem að
sést hvers líki sést ekki í mörgum löndum. Það var föruleg setning hjá mér, ásakið. En já, nægir að segja það. Þetta er bara stórförulegt verðtryggingakerfi og það fyrirfinnst ekki utan Íslands. Og það hreinlega bara tryggir hag bankana á kostnað almennings og húsnæðisverða almennt. Svo erum við furðulega hluti eins og vísitölutenging leiguverða knýr áfram verðbólguna og verðbólgan knýr áfram vísitölutenginguna í endalausum vítahring. Þannig að þegar verðbólgan hækkar 1% næsta mánuði, þá hækkar leiguverðin sem eru vísitölutengt 1% líka. Þannig að þegar það kemur á næsta mánuð eftir það, þá hækkar verðbólgan aftur 1% og svo áfram og koll af kolli. En ef þú hækkar leiguverð 1% í hverju mánuði, spólar 12 mánuði fram í tímann, þá er það 12%. 10 ár fram í tímann, þá er það 120%. Að því gefnu það sé alltaf sama hækkunin. Erum að tala lóðabrask? Jú, það er lóðabrask líka. Og lóðabraskið eru hinnir ofurauðugu að sitja á lóðum á þess að byggja til þess að síðan selja þær á hærra verði til annarra fjárfesta og koll af kolli. En lóðabraskið er líka á vegum hins opinbera því að sveitarfélögin hafa rosalega takmarka tekjustreymi en hafa rosalega margar skyldur og ábyrgðir sem er búið að velta á sveitarfélögin frá Alþingi. Þannig að ofta tíðum þá eru þau að taka út svona einskiptis gróða. Þau eru að selja lóðir á rosalega háu verði til þess að skila einhverjum peninginn í bókhaldið, til þess að líta vel út í skoðanakönnunum, en líka til þess að kosta til alls konar verkefni. En málið er að þetta er spírall niður á við, af því að á endanum þá kláraru lóðir og á sama tíma ertu að drífa upp húsnæðisverð. Hátt verð á lóð skila sér í hærra verði á húsinu sem er byggt á lóðinni. Svo erum við líka með verktakabraskið og verktakaræðið. Við erum að tala þróun þar sem að verktakar eru að setja alltaf 400% álagningu á sína vinnu. Af hverju er það hægt? Jú, það er engin verðstýring. Það er engin fastir samningar sem að ríki gerir þar sem þú mátt bara rukka x mikið fyrir ákveðna þjónustu. Það er villta vestrið á hinum frjálsa markaði. Það er algjör skortur á opinberri fjárfestingu í rosalega langan tíma sem tegir sig aftur áratugina og það er auðvitað alltaf partur af vandanum. Þannig er til dæmis dæmi verkamannabústaði sem voru lagðir niður aldamót, Davíð Oddsson og félögum. En væru þeir ennþá til í dag, þá væri félagslegt húsnæði á Íslandi 11% af öllu húsnæði. Það er hins vegar í dag bara 3-4%. Og vel má nefna að í svona mörgum samanburðarlöndum er þetta hlutfall margfalt hærra. Í Danmörku er hlutfallið af félagslegu húsnæði 20%. Í Hollandi er það 30%. Í villtri kommunista paradís í Hollandi er það 30% af öllu húsnæði félagslega rekið í opinberri eigu. Í Vínarborg, lífvænlegustu borg allrar Evrópu samkvæmt evrópskum stöðlum, er það alltaf 60% blanda af óhagnaðardrifnu, félagslegu og allskyns samfélagsverkefnum í húsnæði. 60%. Við erum ekki að tala einhvers konar róttækan veruleika sem að fyrirfinnst í einhverju útópíu í okkar huga. Við erum að tala venjuleg nágrannalönd. Þannig að svo er það, já, samvinnuhreyfingin. Við á Íslandi búum við svona sérstaka sögu af samvinnuhreyfingunni sem að er rauninni eitthvað kommunískasta fyrirbæri sem að fyrirfinnst ef maður lítur á það með ferskum augum. Samvinnufélögin, þau voru drepin af Davíð Oddssoni líka. Það er margt sem að má rekja til þess ágæta manns. Hann hann var mjög afkastamikill, hann eyðilagði mjög margt. Já. Það var rosalega árangursríkur í sínum markmiðum, það má segja það, ef ég var að vera kurteis. En já, ég var að kurteis, svo skrifaði ég nýfrjálshyggju sauðurinn Davíð Oddsson. Nei, þetta er bara fyrir mig, sko.
gefa mér eldmóð. Hann argaðist mjög oft út í, og ég var að skoða þetta bara þegar ég var að leita hérna fasteignaauglýsingunum Asparfell árið 2000 í Morgunblaðinu, tímarit.is. Þá sá ég viðtal við Davíð Oddsson í leiðinni sem bara að tilviljunarkennt, þar sem hann var að argast út í reglugerðarfargan og báknið og allt þetta, eins og hann gerði gjarnan á þeim árum. En það finna við það sem hann gerði við samvinnufélög, að hann gerði lögin og reglurnar strangari og erfiðari. Hann setti upp reglugerðarfargan til þess að gera út af við þau. Þannig að þessu munum það að þessi maður var ekkert annað en hræstnari. En svo erum við með hrunið, eins og áður sagði, og frelsi bankana til að ræna heimilum fólks. Við erum með lágvaxtafylliríð í COVID, við erum með hávaxtafylliríð eftir COVID, við erum með ferðamannaiðnaðinn og Airbnb-fylliríð, við erum með fólksfjölgun. Og það er einn punktur sem að mætti leggja meiri áherslu á, að þegar við erum að bæta við 50-80.000 manns á okkurum áratug eða tveimur, hvernig svo sem við reiknum það, það hefur alveg rosalega áhrif á samfélag þar sem að íbúafjöldin er 330.000 fyrir. Það er stór hækkun á sama tíma og allt of lítið er byggt. Og það sem er byggt og það sem er til er á valdi fjárfesta og reglugerðarleysis. Það veit ekki á gott. Þannig að, komum að lausnunum og svo fer ég alveg að ljúka. Ég er að, örugglega komið svolítið langt yfir tímann. En, af því þetta eru sértæk vandamál á Íslandi, hvert og eitt land er að eiga við alls konar breytur sem eru einstakar fyrir það land, þá þurfum við líka sértækar lausnir. Og þetta er ekki tæmandi listi, þetta eru bara svona helstu mál og það mætti örugglega lengi telja áfram. En eitt af það sem við þurfum að gera er að leiðrétta leiguverð. Og þetta gæti þótt augastnúið, en að leiðrétta leiguverð mun leiðrétta íbúðaverð líka. Af því að ef að þú getur ekki grætt til skammtíma á hverjum mánuði væna summu af auka pening fyrir hverja á einastu leiguíbúð, þá ertu ekki að sækjast í þær leiguíbúðir sem fjárfestingu. Fjárfestingin sem að byggja fjárfestingar gróða þinn á leiguhagnaði byggist á því að þú getur okrað vilt eins og þig dreymir. Þannig að við þurfum að affjárfesta væða húsnæðismarkaðinn. Og hluti af því eru líka skattarnir, tómthússkattar og fleira. Þannig að fjárfestar get ekki bara geymt íbúðir tómar, beðið eftir að hækki í verði og selt svo að hærra verði nokkrum mánuðum síðar. En hlutir af þessu er að leiðrétta leiguverð. Við þurfum að skrúfa leiguverði niður. Ekki setja þak, ekki setja bremsu. Við þurfum að reikna þau niður. Og þetta er lausn leigjendasamtakana sem við lögðum áherslu á fyrir síðustu alþingiskosningar. Og Sósíalistaflokkurinn var sá eini sem að tók þetta upp sem stefnu. Bara töluðum eiginlega ekkert hana, því miður. En í stuttumáli sagt þá bara byggir þetta á hugmynd að þú reiknir út hvað er eðlilegt leiguverð miðað við brunabótamat í staðinn fyrir fasteignamat. Brunabótamat er raunkostnaðurinn við það að byggja þetta hús aftur ef það brennur til grunna. Og viti menn, allra jafna, þá er það að meðaltali 40% lægra heldur en fasteignamati. Þannig að það sem voru að selja húsið á, þessu auka kostnaður, er bara eitthvað froða. Hún er ekki raunveruleg, hún er ekki byggð á efnislegum stærðum. Þú reiknar leiguverðin út frá þeirri breytu samkvæmt mjög þekktri formúlu sem er til í lögum, að þetta var ákveðið leiguþak sem að ríkið notaði fyrir eignir í sinni eigu fyrir ríkisstarfsmenn sem að þurfti að flytja út á land. Og sagði bara beinlínis þar sem að eðlilegur leigumarkaður er ekki fyrir hendi, skal nota þessa formúlu til að reikna út verð fyrir starfsmenn. Og við gerðum þessa úttekt og við bjúkum til þess að uppfærðum þessa formúlu í Leigjendasamtökunum og reiknum út að langflestum tilvikum þá myndi leiguverð samkvæmt þessari reiknireglu skila sér í svipuðum ef ekki sömu verðum og eru á óhagnaðardrifnu leigufélögunum eins og Bjarg. Eða 40% lægra en það sem tíðkast á markaði. Svo þurfum við að herða regluna gegn lóðabraski. Við þurfum að hætta lóðasölu, við þurfum að úthluta lóðum í félagsleg verkefni á slikk eða frítt. Væri náttúrulega bara skynsamlegast.
þú getur mist út þessar einskiptis greiðslur fyrir bókhaldið hjá Reykjavíkurborg sem að láta þig líta aðeins betur út svo að mokkinn sé ekki að hamra á þér þegar A hluti eða B hluti er í bullandi halla og eitthvað. En það skilar sér til langtíma. Þurfum skattana, við þurfum íbúðalánasjóð í einhverju nýrri mynd, við þurfum einhvers konar opinbert batteri sem býr til langtíma lágvaxta lán til almennings, samfélagsleg lán og getur ekki ofurselt fólki einkareknum bönkum með fasteignalán. Við höfum öll séð hvernig það endar, við búum þar í dag. Þurfum að byggja beint án milliliða á félagslegum grundvelli, byggja beint inn í félagslega kerfið sem er ekki til, bara svo það sé sagt, á Íslandi í dag. Í Reykjavíkurborg til eitthvað sem heitir félagsbústaðir. Þetta er svona aðeins lengri saga en stuttaða útgáfan er sú að leiguverð hjá félagsbústöðum miðast að því hvað það kostar að reka félagsbústaði, ekki að greiðslugetu viðkomandi. Með öðrum orðum, ef þú hefur bara efni á því að borga 30 skall á mánuði, þá verður leigan samt 240. Af því að íbúðin kostar þetta mikið, af því að þetta er rekið eins og fyrirtæki, en ekki sem raunveruleg félagsleg lausn. Þannig að raun að mínu mati og já, þú borgar þess að fjármagnskostnaða félagsbústaða og uppíhald og allt þetta, þegar þú gæti bara fjárfest af hinu opinbera og haldið því í tapi, af því að þetta er rekið út frá einhvern félagslegum sjónarmiðum, sem það er ekki gert í dag. Þannig að mitt mat er það í rauninni að það er ekkert félagslegt húsnæði á Íslandi. Ég sagði 3% áðan, en ég segi það sé 0%. Það er bara mín skoðun. Þurfum að styrkja enn frekar óhagnaðardrifnu leigufélögin. Það hefur eitthvað gott verið gert á síðustu árum. Það bara byrjaði allt of seint og það er allt of lítið og smátt í sniðum. En óhagnaðardrifnu leigufélögin á vegum stéttarfélagina er rosalega jákvæð breyting. Og í rauninni eins og hann Sigurður Haraldsson, félag okkar sem heitir hann aftast, hefur oft bent á og er bara laukrétt að það er í rauninni mjög sniðugt að byggja beint inn í sjálfstæð óhagnaðardrifin leigufélög á vegum verkalýðsfélaganna, hreinlega af því að þá getur ríkið ekki bara með pennastriki ákveðið að selja það. Næst þegar kemur hægri kall við stjórn, eða kona. Og já, það sem fylgir þessu, þetta hljómar svolítið illilega rautt og kommunist, kaupa upp eignir í einkaeigu. Það sem ég á við, ef þú setur á leiguþak, þar sem þú leiðir eftir leiguverð, þá, og gjarnan þegar sett á svona leiguþak við heim, þá kemur gagnrýnin sem er svo, nú hvað ef allir leigusalarnir selja bara, þeir eru ekki að græða þessu, til hvers ættu að vera leigð út? Og hvað verður þá leigjendur? Verður það ekki bara heimilislausir? Jú, það gæti alveg gerst að þú settir bara á leiguþak og ekkert annað. En þess vegna það er ríkið, hið opinbera, sveitarfélögin og svo framvegis að vera tilbúið til að kaupa þær eignir upp. Það getur verið eitthvað kostnaður, já, en fjármögnum það bara með auðsköttum þá. Ríkið þarf að vera tilbúið að kaupa þessar eignir upp og setja það beint inn í félagslegt kerfi. Þannig virkar leiguþak, ef það virkar. Það er mjög mörgum löndum þá, og bara gjarnan í stjórnmálum Vesturlanda, þá þarf það að berjast hæl og hnakka til að koma einni lausn í gegn og þá verður hún yfirleitt líka útvötnuð og gerir ekki það sem hún átti að gera. En til þess að takast á við vandamál sem er marglaga og flókið og er vandamál af mörgum ástæðum, þá þarftu líka margar lausnir, samverkandi lausnir. Og það er lausnapakka, ekki eitthvað eina lausn. Og jú, svo eru svona hlutir eins og einingarhús til skamms tíma bara til þess að brúa bil sem þarf að gera og er hægt að gera á tiltölulega ódýran máta. En eru vondu fréttirnar, þetta mun versna áfram. Það er ekkert í kortunum að þetta eigi eftir að batna eða aðeins að sjatna eða verða eitthvað aðeins mildara. Leiguverð eru ennþá í frjálsu háflugi. Og það sem verra er, við búum með skorts ástand á húsnæðismarkaði í langan tíma, en núna af því að þessar íbúðir seljast ekki, af því að 80% einstaklinga standast ekki greiðslumat, get ekki keypt og vextirnir eru brjálæðislega háir, þannig að fjárfestar halda sér líka sér höndum að kaupa íbúðir.
þeir geta setið á penningunum sínum og beðið betri tíma, þeir eru snjallir, þá selst ekkert af þessum íbúðum. Þannig að hvað gerist, af því að við erum á frjálsum markaði, þá byrja markaðsaðilar að halda sér höndum, draga saman seglin. Þannig að fyrirsögn eftir fyrirsögn síðustu mánuði og síðustu vikur eru fleiri og fleiri verktakafyrirtæki og einkaaðila sem eru að fara að byggja minna, að það þarf að draga úr uppbyggingu, af því að þeir græði ekki nóg að því. Þannig að þetta mun versna. Við vitum þessa þróun, fólk að brenna inn í iðnaðarhúsnæði, af því það leitar út í hættulegt húsnæði á jaðrinum til þess að bara eiga efna því að lifa. Og Samfylkingin reyndar alltaf bólar ekkert á því ennþá heldur að umbreyta meira á svona atvinnuhúsnæði til þess að hýsa fólk og jú, ef gert vel það gæti alveg virkað, en ég er svona temmilega var við þá hugmynd af því að iðnaðar og atvinnuhúsnæði er gjarnan byggt þannig að því er ekki ætlað til búsetu. Og við sjáum þetta trekk, fólk er að brenna inni og deyja. Þá var frétt bara fyrir 1-2 mánuðum sem að ég tók eftir þetta, það var held ég í útjaðri Grafarholts, ef ég vil segja, að fólk þar fór út í hesthúsin sín og fann ummerki við það að fólk væri að gista í hesthúsunum. Og það hafði kviknað í, en enginn hafði slasast, en það voru ummerki að einhverju hafi verið að reyna að búa þar. Þannig að svona helsis ástand skapast þegar þú ert með svona brostinn húsnæðismarkað. Þessi tala, ég er búinn að endurtaka hana marga oft, 80% einstaklinga standast ekki greiðslumat og vandinn við háu stýrivextina, þau kæfa fyrstu kaupendur og fjárfestar halda sér höndum. En lágir stýrivextir, jafnvel þótt að verðbólgan fari niður og Seðlabankinn byrja að lækka vexti, hvað gerist þá? Það hefur engin efni á því að kaupa. Jafnvel þótt að greiðslumatið lagist aðeins, þá eru eignirnar búin að hækka svo rosalega á sama tíma að það er ekkert það margir sem geta keypt. En þá munu fjárfestarnir ryksuga upp allar eignirnar. Þannig að hvort sem við fáum háa stýrivexti eða lága, þá munu fjárfestar græða. Og já, þetta er alveg í miðjunni, ég hef átt að setja þetta neðst. Það er ekkert framundan frá ríkisstjórninni. Frá ríkisstjórn miðjumóðsins er ekkert til þess að leysa þennan vanda. Þingmaður þeirra ritaði grein í fyrradag á Vísi þar sem hann var að fagna breyttum tímum fyrir réttindi leigjenda og hann var að monta sig að því að þau ætla að setja breytingar á húsaleigulögum þar sem að eiga að skylda skráningar á leigusamninga í húsnæðis- og mannvirkjastofnun. sem var hugmynd sem að átti að koma með síðustu ríkisstjórn. Framsóknarflokkurinn studdi það, VG studdi það, en Sjálfstæðisflokkurinn slóði á þetta borðinu í nefnd. Fyndið. En þetta var þeirra rosalega afrek hjá Samfylkingunni. Þau ætla sko að setja skylduskráningu samninga. Og jú, við ætlum að skerða aðgang, skerða skammtíma leigu. Og það er vissulega hluti af lausn. Agnar lítill hluti af lausn. En vandinn við það er að það er bara dropi í hafið. Þetta er bara allt of lítið, allt of seint. Og þetta er aftur marglaga flókið vandamál sem teygir sig áratugi aftur í tímann og þú leysir það ekki bara með því að banna skammtímaleigu. Þetta er þessi eins lausnar nálgun sem að hreinlega virkar ekki. Svona í smá bjartsýni. Þess vegna þurfa sósíalistar að komast til valda. Það eru engar lausnir í boði frá neinum flokkum sem eru á þingi eða utan þings sem að raunverulega munu taka á þessum vanda nema við. Að því gefnu að þið takið upp allar mínar hugmyndir og keyrið á þeim. Frá A til Ö. Nei. En framundan eru sveitarstjórnarkosningar. Það er bara rosalega mikilvægt að við komumst inn á fleiri stöðum í kringum landið. Getum ekki bara alltaf hort á Reykjavík. Reykjavík eru auðvitað mikilvæg. Þarna erum við búin að koma í gegn lagabreytingum í flokknum að svæðisfélög eru komin á koppinn og það er bara lykillinn. Við þurfum að búa til jarðveg fyrir sósíalisma víðar um landið. Það er líka skiptir máli til langtíma fyrir þingkosningar.
En hluti vandans við húsnæðismarkaðinn sá að rosalega mikið af því sem þarf að gerast á Alþingi. Og sveitarstjórnir eru rosalega bundnar af því að þær geta ekki sett alls konar lög sem þarf til þess að laga markaðinn. En, og þetta svona svolítið mín persónulega skoðun hérna, það rosalega algengur veikleiki í strategískri hugsun fólks á sveitarstjórnarstigi, að það eins og það haldi að bara þau eru á sveitarstjórnarstigi þá getur þau ekki haft áhrif á landsmálin. Þannig að til dæmis Reykjavíkurborg eitt stærsti hagsmunaaðili, stærsti hagsmunaaðili Íslands sem heild. Þannig að ef borgarstjórn Reykjavíkur ákveður að setja þrýstingin á Alþingi með allskyns leiðum, óhefðbundnum leiðum, þá bara mjög margt hægt. Málið bara að það hefur skort vilja til þess, það hefur skort strategíska sýn að það sé einu sinni hægt og þor og vilja. Þannig að þess vegna þurfum við líka, ef við erum að tala í sveitarstjórnarkosningum, við þurfum að einblína á það að það eru lausnir sem við getum gert í borginni, sem við getum gert á Selfossi, sem við getum gert á Akureyri á sama tíma og við þurfum að tala landsmálin á sama tíma af því við þurfum að setja þrýsting upp á við til Alþingis. Og við þurfum að setja þrýstingin á hina flokkana í sveitarstjórnunum, til dæmis Samfylkinguna núna í borginni, sem að situr í ríkisstjórn. Haldið ef að Samfylkingin í borginni myndi setja raunverulega þrýsting á Samfylkinguna á þingi, það myndi ekki hafa neinn áhrif. Það bara töluverð áhrif. Þannig að við þurfum að hneppa skrúfurnar og herða skrúfurnar og koma því inn í umræðuna. En allt þetta byrjar með okkur. Öll þið sem mættu inn í kvöld, þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Þetta byrjar hér, fræðsla, samtal, hugsa þessi mál og reyna að velta fyrir okkur kannski óhefðbundnari leiðum til þess að ná þeim fram. Þetta byrjar með grasrótarstarfi. Og það bara einu sinni þannig að langflestar stórar samfélagsbreytingar í sögunni byrjuðu á litlum kjarna, af litlum hópi, af fólki sem sameinaðist einhverja sýn og einhverja málefni. Við gerum þetta best saman.